Welcome to Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og velkomin í þátt númer 7. Er það ekki örugglega rétt? Jú, þetta er þáttur númer 7 af þessu hlaðvarpi. Í dag langaði mig að tala eitthvað sem að ég fattaði sjálfur að væri svolítið skrítið. Allavega geri ég þetta sjálfur og mér finnst eins og að margir Íslendingar geri þetta líka. En það er að líða og tala að það sé allt brjálað að gera. Brjálað að gera, hvað þýðir það? Að gera er bara to do og brjálað. Brjálað er bara orðið okkar fyrir crazy. Þannig að það er crazy to do. Hvað þýðir það? Þú veist, þetta þýðir að vera upptekin eða að hafa verið upptekin. Það gæti hafa verið mikið að gera í vinnunni, með fjölskyldunni, með nýjum verkefnum og jafnvel bara þegar maður er að reyna að slaka á. Þá einhvern veginn tekst það illa því að okkur líður alltaf eins og það sé svo brjálað að gera. En af hverju er ég að pæla í þessu? Mér datt þetta í hug því að núna er ég að taka upp þennan þátt mun seinna í vikunni en ég tek venjulega upp þátt vikunar. Það er að segja, núna er ég að tala inn á hlaðvarpsþátt. Í dag er sunnudagur og ég gef þennan þátt út sem þú ert að hlusta á núna á mánudegi. Þannig að ég er að taka upp þáttinn og gera grunninn að þættinum einum degi áður en ég er að gefa þáttinn út. Venjulega geri ég þetta miklu fyrr. Ég tek þáttinn upp kannski á miðvikudegi eða þriðjudegi jafnvel. Stundum tekst mér að taka 2 þætti upp í einu, en það er reyndar mjög sjaldgæft. En yfirleitt þá hef ég einmitt getað tekið upp þáttinn miklu fyrr og unnið í öllu því sem að þarf að vinna úr yfir lengri tíma. Eins og til dæmis að klippa þáttinn einum degi eða 2 dögum eftir að ég tók þáttinn upp og svo að vinna í upprituninni sem að ég set svo inn á Patreon sem að getur tekið langan tíma að vinna. En núna, þessa vikuna, hefur verið svo brjálað að gera að ég hef ekki getað komist að því að taka þennan þátt upp. Það er að segja, ég hef ekki getað gefið mér tíma til að taka þáttinn upp fyrr en ég var komin á þennan síðasta dag. Það getur verið mjög persónubundið hvað það er að hafa brjálað að gera. Við lifum mjög mismunandi lífum, höfum mismiklar skyldur, þannig að einhver eins og ég get upplifað að það sé brjálað að gera
af því að ég þarf skyndilega að til dæmis kenna nemendum íslensku í 5 tíma í röð einn daginn, þá skyndilega brjálað að gera þann dag. En fyrir flesta sem að eru vinnandi á almennum vinnumarkaði, þá það ekkert brjálað að gera. Þau eru þá kannski að vinna 8 eða 9 eða jafnvel 12 tíma vinnudaga og þá 5 tímar ekki neitt. En fyrir einstakling eins og mig sem að sér bara lífið sitt og metur aðstæðurnar sínar, þá get ég alveg upplifað mig eins og það sé brjálað að gera hjá mér. Það sem mér fannst áhugavert við að hugsa þetta og ástæðan fyrir því að ég að tala þetta í hlaðvarpsþættinum mínum að mér finnst þetta einmitt frekar mikið íslenskt að tala það, hvað það brjálað að gera. Og mér finnst það vegna þess að ég á til dæmis erfitt með að segja þetta sama á ensku án þess að mér finnist það hálf furðulegt. Og það eru margir nemendur mínir sem að skilja mig ekki þegar að í staðan fyrir að segja allt gott, þegar að nemandinn spyr mig hvað ég segi, hvað segiru, allt gott eða allt fínt, þá getur maður sagt, og við Íslendingar segjum oft allt fínt, það bara brjálað að gera, eða jafnvel að sem næsta spurning í þessum samskiptum, það sem á ensku heitir small talk, getur maður spurt, brjálað að gera? Og þá mun hinn svara, já, alltaf brjálað að gera. Og mér finnst þetta smá einstakt af svona norrænu landi, af svona norrænni þjóð. Því ef að ég pæli í nágrannalöndunum hérna, ef við hugsum til dæmis Danmörku, sem að eru helsta nágranna þjóð okkar á Norðurlöndum, þá eru Danir einmitt frægir fyrir að hafa það notalegt. Og eitt af fyrstu orðunum, eitt af fyrstu hugtökunum eða konseptunum sem að útlendingar læra Dani orðið þeirra fyrir notalegheit, coziness, sem að hugu. Tveggja atkvæða orð sem að á við það það sem að þeim þykir svo mikilvægt að upplifa ró og notalegheit og sækja í það viljandi. Svíar, það að segja fólk frá Svíþjóð, that's Sweden, by the way, einn af daglegum siðum þeirra það sem að heitir fika, sem ekki að bera fram rétt. En það sá siður að vera saman með öðru fólki í huggulegheitum og drekka kaffi saman. Og þá yfirleitt með eins og sænskum kanilsnúðum og öðrum góðum mat. Þannig að þarna eru 2 dæmi lönd og þjóðir sem að leggja sérstaka áherslu á að allt sé svo rólegt og svo gott. Við Íslendingar eigum varla hliðstæðu við þessa menningu. Við eigum kannski, við getum talað að vilja hafa það kósí og taki þá eftir því að það einmitt ekki íslenskt orð,
við notum enska orðið til þess að eiga við þetta sama, á meðan Svíar og Danir nota sitt eigið orð. En mér finnst þá skemmtilega magnað að við séum svona upptekin af því að vera upptekin. Það gæti alveg sagt eitthvað menningarsögu Íslands eða sögu samfélagsins á Íslandi að við leggjum svona mikið upp úr því að vera upptekin og að sækja alltaf í það að það sé einmitt brjálað að gera hjá okkur. Kannski gætu einhverjir sagnfræðingar eða félagsfræðingar reynt að setja einhvern samanburð á milli þessa atriðis og þess hversu hratt Ísland stækkaði á 20. öldinni, þar sem að við fórum frá því að vera ein fátækasta þjóðin í Evrópu og varð ein af þeim ríkustu á fáeinum áratugum. Kannski af því að við þurftum að hafa svo brjálað að gera til að verða betri, til að komast áfram. Mér fannst þetta allavega ágætis pæling. Ég vildi að ég gæti spurt þig beint, kæri áheyrandi, hvað þér finnst þetta. En ef þú hefur einhverja athugasemd, þá máttu endilega skrifa skoðun þína á post sem að ég set inn á Facebook síðu þáttarins. Og eins og alltaf, ef þú vilt nálgast uppritununa af þessum þætti, þá getur þú líka fundið hana á Patreon síðu þáttarins. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra í bili. Ef að þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.